Já, komið sæl og blessuð. Það ekki á hverjum degi sem samstöðin fær til sín forsætisráðherra þjóðarinnar. En það þannig stund núna. Vertu velkomin, Kristrún Frostadóttir. Takk fyrir. Við höfum séð þig fara nokkuð vel af stað í embætti. Skoðanakannanir sýna það að fylgi þíns flokks stendur vel ef það einhver mælikvarði. En verkefnin eru ansi mörg og ögrandi. Og það sem kannski áhugavert við tímana núna að þeir eru fordæmalausir. Heimsmyndin hendist frá degi til dags með þeim breytingum sem orðið hafi alþjóðamálum. Það á jafnt við öryggismál og viðskipti, en ég ætla hér á eftir mest að ræða öryggis- og varnarmál við þig. Mér langar aðeins áður en ég kemur fyrstu spurninguna að svona rifja það upp og kannski setja í samhengi að sko það veit enginn í rauninni núna hvað rétt fyrir Ísland að gera í varnarmálum. Við getum talið að eitthvað sé betra en annað, en það eru fordæmalausi tímar. Við vitum ekki hvort við ættum að leggja áherslu á hlutleysi, herleysi. Við þekkjum söguna, við höfum sloppið, við höfum smogið á milli. Við höfum ekki þurft að opna veskið í varnarmálum svo neinu nemur. Þvert á móti það hefur bara ringt gulli vegna ameríska hersins hér á landi. Það jú lega landsins sem veldur því að við erum heitur milli fyrrum 2 stórvelda. Það hefur leitt til þess að Bandaríkin og NATO hafa tryggt okkur vernd fyrir gömlum fyrrum óvinni. En nú spyr maður sig hvort vernd Bandaríkjana kunni að koma í bakið á okkur, svo sem verið hefur, muni jafnvel kosta okkur frelsið. Pútín hefur talað þannig að með vernd Bandaríkja hers sögulegu þá hafi þeir mögulega eignast eitthvað í okkur sem leppríki og við vitum ekkert hvað Trump að hugsa, við vitum hvað hann að hugsa með Grænland. Það hefur verið sagt að fullveldi okkar sé í hættu ef við göngum í ESB. En nýjar spurningar hafa núna vaknað hvort fullveldi okkar sé í meiri hættu ef við göngum ekki í ESB. Meðal annars vegna þessarar óvissu sem ég hér aðeins að rekja. Vilt þú að við hröðum þjóðaratkvæðagreiðslu eins og mest má og könnum vilja þjóðarinnar til aðildar að ESB? Sko, þetta náttúrulega rosalegur inngangur hjá þér, Björn. En hann samt bara það margt. Nokkuð Já, held ég. það margt til í þessu, en ég held að það sem að sé kannski réttast að það margt á reiki núna. Við erum eiginlega svolítið í miðjunni á rykskýinu. Það búið að þyrla mjög miklu upp á mjög skömmum tíma. Og áður en ég svara þessar spurningu sem ekkert mál fyrir mig að svara í sjálfu sér, þá sko finnst mér samt skipta í máli í inngangi að þessari umræðu að nú til dæmis ríkisstjórnin mín, hún rétt rúmlega 100 daga gömul og það að segja þessi stjórn undir nýjum forseta í Bandaríkjunum yngri en það. Og hann mun vera þarna í 4 ár, væntanlega, víst maður við. Og við erum bara svona rétt að byrja að sjá hvað gæti mögulega gerst. Mikið af þeim ákvörðunum sem hann hefur tekið liggur ekki endilega fyrir að sé á hans valdi að taka. Og sumir vilja meina, hann sé svolítið að prófa sig áfram. Hann sleppir hlutunum svolítið frá sér og býður eftir viðbrögðum og síðan tekur eitthvað annað ferli við. Lítur þú sjálf á Trump sem traustan bandamann? Bandaríkin eru traustur bandamaður og verða það áfram. Það? Ertu viss? Já, við höfum ekki fengið neinar meldingar gagnvart Íslandi annað en að Bandaríkin sé og verði áfram traustur bandamaður. Við vorum að fá 10%. Auðvitað eru við ekki sátt við 10% toll. Nei, við vorum að fá 10% bara geðflótta toll. Við vitum ekkert hvað gerist næst. Nei, og Bandaríkjamenn og okkar fulltrúar hafa komið því vel til skila gagnvart þeim tengslum sem við höfum þar. Þannig ég ætla ekki að gera lítið úr þessum aðgerðum. En við verðum líka eins mikið og svona tímar kalla líka fram á svona spennu. Vilja til að tala breyttan heim og ákvarðanatöku, þá líka það ábyrga í stöðunu að leyfa ríkinu aðeins að setjast og átta sig á aðstæðum.
áður en að við förum í stórkostlegar breytingar og stefnumótun hér. Það þýðir ekki að þau þurfi ekki að fara í sviðsmyndavinnu, greiningavinnu, allt þetta er í gangi í utanríkisráðuneytinu og til umræðu. Og þá kannski komum við að þessari spurningu með Evrópusambandi og þessa þjóðaratkvæðagreiðslu sem átti að vera aftarlega á kjörtímabilinu. Já, og hún var sett þar inn á þeim tíma til þess fyrir það fyrsta að tryggja það að henni hún yrði í síðasta lagi undir lok árs 2027. Já. Að öðru leyti ekki búið að taka neina ákvörðun nákvæmlega hvernig hún fer fram, en ástæðan fyrir því hún var sett á þann tíma var líka til þess að það væri hægt að hafa eitthvað aðdraganda að þeirri atkvæðagreiðslu. Og ég hef sjálf verið talsmaður þess að í svona málum, þráttur í þessu tilviki við erum ekki að kjósa eingöngu í Evrópusambandið, heldur bara hvort við förum að staðið því ferli, sem enga sér mjög stóra ákvörðun vegna þess að það tekur orkustjórnsýslunni, það tekur fókus. Það stórt mál og við viljum að það sé svona tvöfaldur vilji, ef svo má segja, við förum inn í Evrópusambandi að fólk fá að greiðum upphafið og endina því. Við hefðum fengið hærri tolla ef við værum þar núna frá. Já, ég meina það eru alls konar hagsmunir undir núna og hvað ég segja, sviðsmyndir að breytast beggja vegna Atlantshafsins, svo má segja. Þannig að mér finnst ekki fyrstu viðbrögð hjá forystu fólki núna að segja við ætlum að hoppa inn í Evrópusambandið. Sko, langtíma hagsmunir okkar verða að vera inn í Evrópusambandinu við ætlum þangað inn. Ekki bara staðan eins og hún er í dag. En nú hafa sumar þjóðir gengið inn í Evrópusambandið á grunni ótta og stríðsástands og ógna mjög hratt. Já, sko, það voru þjóðir sem gengu inn í Atlantshafsbandalagið núna nýlega á grunni, ákveðin svona allan breytt öryggislandslags, Svíþjóð og Finnland. En það mín skoðun og ég hef sagt að þetta sé ekki sami hluturinn vegna þess að NATO varnarbandalag. Evrópusambandið vissulega í samstarfi þegar kemur að vörnum en fyrst og fremst í samstarfi í gegnum evrópska hluta NATO þegar kemur að vörnum. Og öll þau samtöl sem ég á við leiðtoga erlendis og ég hef nú setið á þó nokkru fjölda slíkra funda, það lögð áherslu á meðal allra þessara ríkja í Evrópusambandinu af því að flest þeirra eru nú í einmitt NATO, ef ekki öll, að allar þær breytingar sem verður gerðar á varnarmálum verður gerðar í samstarfi við NATO. Þannig að, sko, ég ætla ekki að gera lítið úr því að það kann að kalla á þetta ástand, breytta ákvarðanatöku, hvort sem að snýra á Evrópusambandinu eða samskiptum okkur almennt. Kortleikinn Dagur B. vill hraða þjóðaratkvæðagreiðslu. Já, og það eru alveg sjónarmið þarna uppi. Það eru skipta skoðanir, Björn, Evrópusambandið, aðdragandann að því, ákvarðanatökuna. Minn punktur er bara sá að ég hef alltaf talað fyrir því og ég mun halda áfram að tala fyrir því að ákvarðanataka inngöngu inn í Evrópusambandið sé tekin á forsendum langtíma hagsmuna. Þetta er ekki svona quick fix, hvort sem er í efnahagsmálum né í öðrum málum. Ef við göngum inn, þá gerum við það ekki til skamstíma, heldur til langstíma, að eilífu, ef svo maður segja, þó að sé vissulega hægt að ganga út úr Evrópusambandinu, þá verðum við að geta gefið okkur tíma til þess að taka þetta samtal. Það er mjög langt síðan að það samtal fór fram að mínu mati á uppbyggilegum forsendum. Síðast þegar það átti sér stað, þá var Evrópusambandið og heimurinn með allt hætti. En það getur auðvitað margt breyst og ég ætla ekki að útiloka neitt í þessum efnum. En þú ert ekki að setja á dagskrá? Ég er ekki að setja á dagskrá í dag. Ég er ekki að setja á dagskrá í dag, en það er bara svo ofboðslega margt sem getur gerst á næstu vikum og mánuðum og það ábyrga í stöðunni er ekki á annað stað, meta aðstæður og það er það sem að kollega mínir í kringum mig er að gera. Þú sem sagt leggur áherslu á það að fara ekki á taugum og þú segir að það sé engin ástæða til þess að fara á taugum, þú vilt sjá svona hvað gerist og hvað verður Trump og svo framvegis, en sko umræðin í heitupottunum í sundlaugunum, hún er svolítið stressuð. Eðlilega. Eðlilega og það eru margir sem að finna fyrir ótta og öryggisleysi núna. Það eru líka allmargir sem að finnst þið sko valkyrjurnar í ríkisstjórninni að þið séu bara svona með vissum hætti svolítið herskáar þegar þið eru að tala að þið viljið efla varnir Íslands, að Íslendingar auki eigin varnir, við þurfum að vera þjóða meðal þjóða og gamla góða hlutleysið og herleysið, íslenska herleysið þar að segja sem ég nefndi í inngangnum,
við höfum náttúrulega komist upp með alveg ótrúlega hluti Já. og efnahagslega þá höfum við bara verið á toppi öldunar út af alls konar fríðindum sem okkar hafa boðist, en þetta í svolítið óvissu núna. Ertu hreinlega, ég vil nú ekki að spyrja þig hvort þú sért of róleg vegna ástandsins sem í kringum okkur, en ertu svona fyrst og fremst núna bara að þykjast vera róleg með fullsjarta tifandi undir peysunni? Ég meina, auðvitað hef ég áhyggjur af ástandinu Já. og ég treysti mér alveg til að segja það hljóta allir að hafa áhyggjur þegar að það verða svona vendingar. Já. Ég hef áhyggjur bara fyrir hönd landsins míns, verna þess að ég finn til ábyrgðar og maður vill passa fyrst og fremst upp á hagsmuni þjóðarinnar. Já, þú veist ekkert hvað gerist í Nei, ég fyrirmáli? meina, maður hefur auðvitað bara í þessu starfi, Björn, hefur maður stöðugar áhyggjur og það er ekkert óeðlilegt. Punktur minn er bara sá að ég held að það sé ekki gott fyrir forystu mannesku í þessari stöðu að taka ákvörðun í einhverju angist og ótta. Vegna þess að það er ekkert nýtt í sjálfi sér í sögulegu samhengi að sambönd milli landa og bandamanna breytist. Við erum vissulega að stíga inn í nýja tíma og gerðum það í rauninni með stríði og innrás Rússa í Úkraínu, að þessi friður sem við gengum að vísu hérna í Vestur-Evrópu sérstaklega og sögulega séð stutt tímabil í sögunni og okkar mat á friði og herleysi og öryggi og hlutleysi byggir á í rauninni mjög skömmum tíma í sögunni þegar kemur að nágrannaþjóðum okkar. Auðvitað hefur maður áhyggjur í svona ástandin. Punkturinn minn er kannski bara fyrst og fremst sá að akkurat núna þá eru miklar hraðarvendingar sem eru ekki allar staðfestar, skilju. Það er búið að taka núna nokkra vikur fyrir þessa tolla sem fólk var að búast við að gætu komist að koma af stað. Þeir eru ekki endanlega staðfestir, þeir munu líklega verða að minnstakosti með þeim hættu að við fáum þessa lágmarks 10% tolla, þó að ég sé ekki að fara á taugum. Það þýðir ekki við séum ekki að grípa til ráðstafana. Ég er til að mynda að fara núna bara eftir nokkra daga til Brussel, þar sem ég mun funda með forseta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins til þess að ræði mitt stöðu okkar út af tollamálum. Ég er í stöðum samskiptum við leiðtoga annar Norðurlandaríkja að passa upp á okkar íslensku hagsmuni. Þannig að það er eitt að vera ábyrgur, tala við fólk, fara í sviðsmyndagreiningar, grípa til einhverja ráðstafana. Það er annað að fara á taugum og ætla að umbylta einu farsalasta sambandi sem við höfum átt, sem samskipti okkur með Bandaríkjunum, út af þróun á nokkrum vikum, en auðvitað þurfa að vera undir öllu búin. Þorgerður Katrín hefur rætt mikilvægi þess að efla burði gæslunar til þess að verja landið og fá auka fjárveitingar. Væntanlega myndi hún ekki segja þannig að þú værir samþykk því, en sko sumir setja spurningamerki við það, aðrir setja spurningamerki við það að peningar frá Íslandi hafi undanfarið ekki bara farið í hlúa sjúkruðum hlúa sjúkum sem að hafa særst í stríði, heldur beinlinnis til einhverja vopnajafnvel kaupa og alls þess. Þurfum við að vera þarna? Getum við og gætum við með þessu gerst meira frekar skotmark heldur en að reyna bara að sigla á milli skers og báru eins og við höfum komist upp með? Ég skil alveg þessar spurningar og mjög eðlilegt að fólk velti þessu fyrir sér. Við höfum auðvitað verið í, ég meina fólk segir hlutleysi, við erum enga síðar hluti af NATO, við erum partur af varnarbandalagi, undir það fellur 5. greinin, það er fólk í öðrum löndum sem að myndu koma hér og verja okkur ef af innrás yrði. Og ég held að sé mjög mikilvægt að við höfum það bara í huga að hér búum við og höfum búið við öryggi og velferð og þrátt fyrir allt, þrátt fyrir margt sem á bæta í íslensku velferðarsamfélagi, hátt svona velferðarstig, meðalans vegna sem við höfum ekki þurft að eyða peningum í aðra hluti. Og ég held bara að sko þessi upplifun fólks mögulega sé meiri áslag varnarmál, sko, ég held að það hefur bara ekki verið talað nóg mikið varnarmál á síðustu ríkisstjórn. Það var heilmikið í gangi hér sem var bara ekki rætt Það hefur verið að stigmagnast, þú veist, þó að sé frá litlum uppæðum, framlög í varnarmál á Íslandi. Það hefur verið styrking á öryggissvæðinu í Keflavík. Það stendur til að fara í auknar fjárfestingar þar. Það er okkar skuldbinding gagnvart okkar veru í NATO. Við erum eina þjóðin sem í NATO sem ekki með her. Það stendur ekki til að stofna hér her. Finnst þér það sjálfri fáránlega hugmynd? Íslenskan her? Ég get ekki sé að það gerast á mínum líftíma.
en sko, auðvitað veit maður ekkert hvað gerist. Það hefur margt gerst á stuttum tíma. En þú ert ekki áhuga manneskja um íslenskuna? Nei, og ég held að það enginn að gera kröfum það þarna í feltinu úti að við gerum það. Það hins vegar verið að gera kröfum að við stöndum við okkar enda samningum varðandi aðstöðu og varðandi ákveðna getu sem við veitum og aðkomu erlendra aðila. Ég meina, við erum að hafa heilmikil áhrif á varnarsamstarfið bara með því að veita aðstöðu hér á Íslandi. En ég skil alveg þessu umræðu, ég ætla ekki að gera lítið úr henni, þetta bara svona breyttur heimur, en það líka ábyrgða hluti af mér að halda því til haga að hér öryggi, velferð og friður vegna þess að við erum hluti af alþjóðasamfélagi sem að tryggja frið hér í Norður-Atlantshafi. Og ef að það kom upp aðstæður, eins og til dæmis í Úkraínu, þar sem að þetta samfélag í kringum Evrópu sem að við höfum nú litið til, sérstaklega ef við horfum á Norðurlöndin, við erum með norræna kollega sem að leggja verulega inn í starfsemina eða stuðningin þarna í Úkraínu, að ef að við viljum eiga góða bandamenn, þá verðum við líka sýna að þegar aðrir lendi í vandræðum að við getum bakkað á upp. Þannig að til að mynda þessi framlög sem hafa verið að fara til Úkraínu, já, sko, helmingur af þeim í hreina mannúðaraðstoð sem myndi kallast og hinn helmingur í varnartengdan stuðning. En það ekki þannig að allur varnartengdu stuðningur séu vopn. Stór hluti af því til dæmis jarðsprengju, eyðing og leit, þjálfun fólks í ákveðnum kringumstæðum. Það já eitthvað að fara inn í til dæmis danska frumkvæði. Þarna erum við að styðja okkar norrænu aðila í þeirra stuðningsaðgerðum vegna þess að við vitum að Úkraínumenn hafa bara kallað eftir því og sagt það sem við þurfum eigin geta í vopnaframleiðslu og við höfum stigið eitthvað skref í því. En það ekki útgangspunktur aðstoðar Íslands og það verður aldrei útgangspunktur aðstoðar Íslands í svona málum. Ég veit ekki hvort þú manst eftir því en einu svona heimsótti ég þig á heimilið þitt og ég var þá að taka stórt viðtal fyrir Fréttablaðið. Alveg. Þá varstu nýkomin úr ferð utan á landi, þú hafði verið í pílagrímsför og þetta var það leyti sem að þú varst að leggja áherslu á það sem sameinaði Íslendinga frekar það sem sundraði þeim og þetta var á þeim árum þegar þú kældir umræðum ESB, bara svona vísvitandi. Nú spyr maður sig sko hvort tímanir hafi snúist við. Já, ég held að þeir hafi snúist við að því leyti að fólk meira farið að tala bara stöðu Íslands í alþjóðasamfélaginu. Það eitt og sér hefur breyst. Auðvitað hefur alltaf verið meðvituð það, við erum auðvitað háð utanríkisviðskiptum og við erum svona smáþjóð í stóra samhenginu þrátt að við séum með alveg gríðarlega sterka stöðu hlutfallslega en það sem að hefur breyst á örskotsstundu bara umræða stöðu okkur í alþjóðasamfélaginu og umræða Evrópusambandi fellur klárlega inn í það. Það fellur klárlega inn í það. Mín nálgun á Evrópusambandi hefur fyrst og fremst falist í því af því að það vita það allir sem hafa eitthvað fylgst með mér hvað skoðun ég hef á Evrópusambandinu. Ég hef verið hlynnt eingöngu í Evrópusambandi auðvitað á þeim forsendum að við fáum samning sem að hendar okkur og ég alveg meðvituð það eru ákveðnir hagsmunir þar og þess vegna vil ég eins og aðrir bara semja vel og það yrðu alltaf hagsmunir ríkisstjórnar sem ég myndi leiða að það yrði lagt mikið á sér að semja rétt og vel. En sko fyrir mér útgangspunkturinn sá að ef það verða breytingar í einhverjum strúktúr hér á Íslandi varðandi alþjóðasamvinnu og samskipti, ég tala ekki eingöngu inn í svona samstarf sem stór kerfisleg breyting fyrir landið, þá vil ég að það eigi sér stað í sem mestri mögulegri sátt. Það aldrei 100% að greiða atkvæði það. Ég vil hins vegar ekki sjá atkvæðagreiðslu sem fer 51-49. Mér finnst það ekki góð niðurstaða og ég get ekki séð að það geti verið góð niðurstaða varðandi svona ákvörðun sem að þrátt verið að hafi verið þrætuepli ekki að mínu mati, ég veit að fólk ósammála mér, en mín skoðun ekki endilega háði hvar í pólitík þú ert, hvort sett hægri, vinstri, sko þetta bara spurning miklu starri hagsmuni. Þannig að mér finnst bara mjög jákvætt ef að núverandi staða eins flókin og hún býður upp á aukna umræðu þetta en ég líka meðvituð það Björn að sko maður verður bara að passa sig þegar maður í þessari stöðu að fólk upplifi ekki eins og maður sé að nota ferðina. Það eru tækifæri og síðan það að reyna að koma hlutum að einhvern veginn bakdyrra megin og ég held að aðalatriði sé að fólk þurfa að upplifa öryggi í umræðinni
hún komi til þeirra á þeirra forsendum, það skapist svona einhver væntingar, þrár, vilji, áhugi hjá þjóðinni, frekar en maður sé að hræða fólk inn í eitthvað. Ég vil ekki að við gerum það. Við eigum ekki að fara hrædd inn í Evrópusambandið. Ef að við förum í viðræður við Evrópusambandið, þá eigum við að fara þar inn af styrk, af getu, af því að Evrópusambandið á að vilja okkur, af því að við erum vestræn þjóð, vestarlegi álfunnu, með gríðarlega sterka stöðu, háa landsframleiðslu, háa velferð, lága spillingu. Við eigum að vera land sem Evrópusambandið á að vilja fá og við þurfum líka að hugsa okkar hagsmunum hvernig við ætlum að banka á dyrnar, sko. Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri, segir að tollahækkanir Trump, þær geti haft áhrif á bæði ferðaþjónustu og vaxtalækkunarferlið. Hefur þú áhyggjur af því? Ég hef áhyggjur af öllu því sem hefur áhrif á efnahagsmál á Íslandi og það eru þetta þessi ytri áhrif sem að við ráðum ekki við. Hefur alltaf verið svona bæði, styrkleiki en veikleiki okkar að við höfum verið með þessi gríðarlega öflugu utanríkisviðskipti. Það er ástæðan fyrir því að við erum bara þar sem við erum í dag. En það hefur auðvitað verið hluti af því að það hefur verið sveiflukennt hagkerfi hérna, að við höfum reitt okkur svona rosalega mikið á útflutning. Þær greiningar sem ég hef séð á þessar stöku tollahækkanir núna valda mér ekki gríðarlegum áhyggjum. Auðvitað er þetta áfall fyrir ákveðin fyrirtæki, þetta er mjög vont, ekki misskilja. Munum við svara einhvern veginn? Íslandi er ekki að fara í einhverja sérherferð hvað það varðar. Við erum hins vegar að fara að svara fyrir okkur í því skyni að við munum mótmæla þessu gagnvart Bandaríkjastjórn og halda okkar hagsmunum á lofti en við erum ekki að fara að keyra af stað einhvers konar tollastýri hérna. Það sem að ég hef einmitt frekar áhyggjur af því er að stærri lönd og stærri sambönd eins og Evrópusambandið fari í það vegferð að hækka sína tolla eins og merki að muni fara í svona mögulega gagnkvæmnistolla gagnvart Bandaríkjunum en að þeir gagnkvæmnistollar muni ná lengra gagnvart öðrum löndum til að vernda sín eigin svæði og við lendum þar á milli. Það gæti skapað bæði beint fyrir okkur mjög vonda stöðu, þess vegna er ég á leiðinni til Brussel meðal annars að halda þessum hagsmunum til haga en líka bara meiri sér þó við lendum ekki beint í því, þá hefur það áhrif á allt samfélagi kringum okkur. Þannig að já, ég hef ágjörð að þessu, höfum við fulla stjórn á þessu? Nei. Getum við haldið hagsmunum okkar til haga í samræðum og hefur það áhrif? Klárlega. Það hefur áhrif að heyra í fólki að halda þessu lofti og ég er búin að halda þessu lofti í öllum samræðum sem ég átt við evrópska leiðtoga á undanförnum 100 dögum sem ég hef átt fjöldamörg samtöl. En í þriðja lagi myndi ég segja að það sem við þó stjórnum er innlendu efnahagsmálin. Við stjórnum ríkissjóði, við stjórnum afkomanni, að minnsta kosti eigum við að hafa tæki til þess og við getum stjórnað væntingum innlenda verðbólgu og annað slíkt og það er ennþá meiri pressa á ríkisstjórnina núna að passa upp á innlendu efnahagsmálin ef að ytri staðan er mögulega eitthvað að flökta. Já, helsta gagnrýnin kannski á þig og áherslu ríkisstjórnarinnar fyrir utan það að þið séu svolítið herskáar þið valkyrjur sem maður heyri stundum miðað við önnur option í öryggis- og varnarmálum. Það er að þetta sé svona svolítið hægri bragur á þessari ríkisstjórn og ójöfnuður, það sé ekki nægilega mikil áhersla á ójöfnuð. Þú kemur með eins og þú sjálftalaðum, fæðist með ákveðin forréttindi, hefur unnið í bönkum. Við erum með bankakerfi hérna sem að almenningur, mér líkur þessi að fyrirlítur, samfélagsábyrgð íslenskra banka henni er stórlega ábótavant og við erum með núna þennan brjálæðislega þessa brjálæðislegu raunvexti. Í samaburði við önnur lönd þá eiginlega botnar maður bara ekkert í þeim. Þú ert aldrei manneskjan sem að svona setur spurningamerki við stýrivaxtastefnu Seðlabanka eða hvað? Nei. Er það vegna þess að þú hefur ekki upplifað það að vera fórnarlamb, þurfa að taka lán? Ég veit það nú ekki, ég held að við séum nú alls konar Björn og þó að maður hafi sjálf unnið einhvers staðar því er ekki allir sem að maður þekki að við alist upp með að við unnið þar. Það er nú það fallega líka við Ísland þrátt fyrir allt að sums staðar getur fólk átt fjölbreyttan bakgrunn þó að ég hafi vissulega haft það gott. En í fyrsta lagi þá er ég er fyrir áhrifin því að vera hagfræðingur í grunninn og að vera á þeirri skoðun, ekki bara út frá því, það er líka bara mín persónulega skoðun, að það eigi vera skýrt bil á milli stjórnmála og ríkisfjármála og rekstur peningastefnu.
Ég held að það hafi verið gríðarlega mikilvægt og gott skref þegar stjórnmálin voru aðskilin frá vaxtastefnunni og ég virði Seðlabankann þegar kemur að sjálfstæði. Mér finnst það ekki vera mitt hlutverk sem stjórnmálamaður að gagnrýna Seðlabankann. Ég get sem hagfræðingur alveg haft skoðun á því að mögulega ætti Seðlabankinn að beita öðrum tækjum, skilji. Og ég hef alveg sagt það. Ég hef alveg talað að það sé hægt að fara í til að mynda breytingar á kvöðum á lántöku þegar þú ert að taka lán fyrir íbúðum með 2, 3, 4, 5 versus að setja bara hvað á fyrstu kaupendur, skilji. Það sé hægt að breyta ákveðnum hlutföllum og svona fjármálastöðuleika tækjum til þess að reyna að targetera eða ná betur ákveðnum stöðuleika á fjármálamarkaði án þess að fara bara í þetta breiða tól sem vextirnir eru. En sko aðal gagnrýni mín hefur einmitt lotið að því bæði hagfræðilega en líka pólitískt og það kannski eina af ástæðunum fyrir ég endaði í pólitík vegna þess að maður átt að segja á því að þú ert sem sko svona hlutlaus efnahagsgreinandi ofta greina hluti sem eru náttúrulega bara ekkert pólitískt hlutlausir og það til dæmis svo ákvörðun í gegnum tíðina og sérstaklega kannski á tíma síðustu ríkisstjórnar að láta svona mikið af ábyrgðinni falla á Seðlabankann. Vegna þess að þegar ríkið gerir minna til að halda efnahagslegum stöðuleika þá þarf Seðlabankinn að gera meira. Þar vilt þú meina að þið séuð fyrri ríkisstjórn fremri með stöðuleika, reglu og öðru því sem að þið... Já, og bara vilja til þess að fjármagna útgjöld, vilja til þess að taka, því að hér varst að tala svona að fólki finnist við vera hægri sinnar og ég meina auðvitað það alltaf að fara að vera fólk vinstra veginn við mig sem að finnst ég ekki nógu vinstri sinni og svo fólk miðjumegin að hægra megin við mig sem finnst ég allt og mikil sósíalisti, menn það fer bara eftir við hvernig þú talar. Já, en það breytir því ekki að við erum til dæmis að fara í mjög stórar breytingar sem hefur verið grunnur mikils ójöfnuðar í Íslandi sem snýr til dæmis að auðlindagjöldum, eitthvað sem hefur ekki tekist í langan tíma að fara í. Og þú veist góða könnun í hádeginu, maskínu könnun sem sýndi það að bara eiginlega allir Íslendingar 90% vilja breytingar og það mikill byr með þessari leiðréttingu eins og þið kallið það algjörlega í blóra við hávaðan sem hefur ríkt í samfélaginu. Já, ég meina, það líka bara ástæði fyrir því að þetta hefur ekki verið gert og það ástæði fyrir því að við erum að gera þetta. Þannig að punkturinn minn sá, sko, það eru ákveðnar aðgerðir sem þú getur ráðist í til þess að skapa efnahagslegan stöðuleika sem að hjálpa fólki sem oft finnur mest fyrir óróleikunum, finnur mest fyrir verðbólgunum, finnur mest fyrir vaxtastiginu á ríkisfjármálahliðinni til að koma í veg fyrir að það sé Seðlabankinn sem stýrir því öllu. Þannig minn fókus bæði pólitískt en líka hagfræðilega hefur bara verið sá ekki gagnrýna ókjörna embættismenn. Ásgeir Jónsson ekki kjörinn af þjóðinni, hann ókjörinn embættismaður, hann að fylgja lögum. Síðan getur fólk haft eitthvað tæknilegar skoðanir á því nákvæmlega hvað hann hefur að gera. Gagnrýnið stjórnmálamennina sem að í rauninni útvista efnahagslegri ábyrgð á Seðlabankann, setja flatar vaxtahækkanir á alla sem bitna mest á fátækustu fólkinu í landinu. Já, ég veit að tími okkar nánast á þrotum en mér langar aðeins í lokin að spyrja þig út í ríkisstjórnarsamstarfið. Já. Nú hafa náttúrulega þau urðu ansið tíð þarna fréttamálum sérstaklega flokk fólksins og mér langar til þess að fá þitt mat á því hvort þér finnist sérstaklega kannski Morgunblaðið sé að sækja með ómaklegum hætti að þessari stóð ríkisstjórnar samstarfsins, einni af 3, eða hvort flokkur fólksins hefur verið klaufalegur samstarfsaðili. Sko ég hef nú ekki lagt það í vana minn að vera gagnrýna einstaka fjölmiðla. Ég held að sko almenni Íslendingur hafa alveg nægt vit til að vita hvenær það að taka marka ákveðnum fréttaflutningi og hvenær ekki. Ég ger ekki athugasemdir við að fjölmiðlar séu krítiskir, finnst mér stundum ósanngjarnir, já, mér finnst stundum ósanngjarnir, en sko þegar maður í þessari stöðu og það á jafnt við mig sem og ráðherra flokks fólksins og viðreisnar, þá það bara þannig, þú situr með rosalegt vald í höndunum, rosalegt vald og þú þarft bara mótnana að minna þig á það að ef að þú ert með þetta vald í höndunum, þá bara fullkomlega eðlilegt að þú mætir gagnrýni og fólk sé að veita þér aðhald. Hún stundum ósanngjörn? Já, stundum á hún bara við. Ég veit alveg hvernig þessi umræða hefur verið flokk fólksins. Hún kemur mér ekki öllu leyti á óvart.
Þegar ég fór í stjórnmál þrátt fyrir minn bakgrunn í fjármálum alltaf, ég nú ekki alveg upp bara með fólki í fjármálum, ég nú alveg upp bara með alls konar fólki og ég sagði það þegar að ég tók við Samfylkingunni að við þurfum að tala við alla, við höfum ekki að tala niður til fólks, við höfum ekki að gera greinum á því hvaðan fólk að koma þegar við erum ákveðnar skoðanir, reynum að skilja hvaðan þau koma. Talar Inga með öðrum hættu og öðrum brag en ég? Já, það gott, mér finnst það gott, 12% þjóðarinnar kausana. Er það ekki 12 eða 13, ég man ekki nákvæmlega hvað var. Eitthvað slags. Það var vætt skerfur af þjóðinni sem kausana. Við eigum að bera virðingu fyrir því. Þó að þau séu kannski með einhverja aðila sem eru í sínum flokki sem hljóm ekki nákvæmlega eins og ég eða mínir ráðherra viðreisnar. Þá er það styrkleiki þessara ríkisstjórnar. Við gerum öll einhver mistök í þessu starfi. Þá jafnt við mig, segjum hana, sem Þorgerði. Það er mikið álag í þessu starfi, fólk sem hefur ekki áður eða hefur verið skamman tíma í stjórnmálum sem á við bæði mig og Ingu, skulum hafa það í huga. Það tekur tíma að læra líka aðeins inn á umhverju sem ert í. Þannig að ég held að hún muni sjálf viðurkenna það alveg eins og ég að maður hefur mistekist og eða misstigið sig einhverju leyti við eitthvað tilviki í þessu starfi. En ég er mjög ánægð með okkar samstarf. Já. Ég ber alveg ótrúlega virðingu fyrir flokki fólksins og þeirra baráttumálum. Við erum mjög góðar vinkonur, ég og Inga. Við tökumst stundum á, en það bara vegna þess að við erum báðar með mikla ástríðu fyrir því sem við gerum. Og við höfum, ég get talið það á fingurum annarra henda þau tilvik þar sem við höfum verið mjög ósammála eitthvað pólitískt atriði, skilji. Og ég held að þjóðin sjái það alveg að það eru verkin sem tala, ekki einhver stakar fréttir eða uppnám í fjölmiðlum. Gott og vel, það má alveg fjalla það, en fólk vill bara sjá hvað situr eftir í lok dags í veskinu sínu, í velferðinni, í réttlætinu. Og það er það eina sem að blífur, sko. En loka spurning, þessi dagur þegar þið sitið þarna á fundinum, þú og Þorgerður Katrín og Inga og með Ástu Lóu og hún segir svo af sér einhverjum klukktímum seinna, Ríkisútvarpið er búið að flytja frétt af hennar máli áður en Ríkisútvarpið talar við hana, það er ekki viðtal við hana inn í þessari fyrstu frétt og mjög mikil sársauki og mjög margar spurningar sem að hafa vaknaði í kjölfarið. Var þetta blaðamennska að þínu skapi, þurfti Ásta Lóa að segja af sér? Sko, Ásta Lóa tekur þessa ákvörðun vegna þess að hún gerir sér alveg grein fyrir í hvers konar aðstæðan er komin í. Engin þrýstingur á þinni hálfu? Við ræddum þetta sjálfsögðu. Sem þýðir að hafa þrýstingur? Þetta er hennar ákvörðun. Þetta er auðvitað bara hennar ákvörðun í lok dags. En myndir ekki segja nei þegar ég spyr engin þrýstingur á þinni hálfu ef það hefur ekki verið neitt þrýstingur? Nei, ég meina það er engin þrýstingur á minni hálfu, en auðvitað er það þannig að þegar þú ert með ráðherra saman í ríkisstjórn, þá ræður fram og tilbaka hlutina. En ég meina, þú situr í lok dags sem ráðherra með þingmeirihluta bak við þig, en þú þarft líka að sitja með þá festu í þér að þín staða sé ekki að trufla störf ríkisstjórnarinnar. Og þetta er ákvörðun sem Ásta Lóa tekur þegar hún áttar sig á því í hvað stefnir. Mér finnst ábærslega mikilvægt að taka fram í þessari umræðu sem ég held að bara hafi komið allt og lítið fram ef eins og einhverju minnst á. Að það er ákveðin svona tendens hérna heima til að gera ráð fyrir því að þegar fólk segir af sér það hljótið að hafa gert eitthvað rátt. Já. Það þarf ekki endilega að vera þannig. Nei, og Henry Alexander Henriksson og margir fleiri hafa einmitt talað fyrir því að þessa breytingar muni skapa siðbót. Það er nefnilega málið og ég held að hún hafi tekið mjög stórt skref þegar hún ákveður að stíga til hliða til að í rauninni fjarlæga sína persónu frá þeim verkefnum sem henni fannst mikilvægast. Með því er engin dómur uppkveðin varðandi hvað hún gerir. En eitt orðum þessa blaðamennsku RÚV. Viltu tjá þig það? Ég held að það sé ekkert skynsamlegt að ég sé sérstaklega tjá mig það. Nei, ég held að það sé mjög skynsamlegt að gera það ekki. Af því þú forsætisráðherra. Nei, ég meina, þetta er bara það sem þetta er. Já. En ég bara segi það hér eins og ég sagt áður, ég ber gríðarlega mikla virðingu fyrir Ásthildi Lóu. Þetta var henni erfitt, gerði hún allt rétt við meðhöndlun þessa máls? Nei, og ég hef sagt það líka víðar. En hún lenti líka bara í erfiðum aðstæðum þegar þetta mál kemur upp. Ég ætla ekki að dæma það hvað var rétt og hvað var ekki rétt í þessu máli, en það er ég ekki dómari. En mér finnst mikilvægt að taka fram að fólk getur sagt af sér þó að það hafi ekki gert eitthvað rangt. Það er ekki endilega dómur sem felst í því.
Það ekki mannréttindi að vera ráðherra í ríkisstjórn Íslands. Þú ert í þjónustu þjóðar og hún lét bara verkefnin á svona hærri pall en sjálfa sig í þessu tilviki og ég held að henni verði minnst vel fyrir það og ég hlakka bara gríðarlega mikið til að fá hann inn á þing. Kæri þakkir fyrir komuna hér á samstöðuna Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra. Takk sömuleiðis.